Góðan daginn, Daniel heiti ég er lífstílsleiðbeinandi hérna hjá Herbalife og ég sem vinn hjá öryggismiðstöðinni og ég var hjá kúnna rétt á hann. Mér langar að deila þessari sögu með ykkur. Og ekkert að því, ég var bara hérna og var að fara að vinna vinnuna mína en maðurinn var svo áhugasamur það sem ég er að gera og mitt líf og ég sá það alveg og ég fann það alveg að hann var rosa hamingjusamur einstaklingur og ég sagði hann frá því að ég væri auðvitað að vinna hjá öryggismiðstöðinni og ég sé með draum að stofna mitt eigið fyrirtæki og gera það sem ég vil gera. Svo sagði hann frá því að ég er í Herbalife líka og sagði hann frá því að ég vann level 10 keppnina og það er svona cirka ár, 1,5 ár síðan og svo einhvern veginn datt ég út. Ég sagði hann frá því og sagði hann að ég væri að byrja aftur. Þá spurði hann mig af hverju ég datt út. Þú veist, af hverju, hvað var það sem skeði að ég ákvað að taka mig pásu. Orðum þannig bara, taka mig pásu. Og ég vissi ekki svarið við því út af því að það er eitthvað sem skeði. Ég náði bara því sem ég vildi og svo einhvern veginn stoppaði. Ég bjó aldrei til, svona ég var búinn að ná þessu markmiði sem ég var búinn að setja mér og ég bjó aldrei til, ég ætla að fara lengra, skilur við. Þannig að ég tók mér bara pásu og sagði hann það og svo bara töluðum við meira saman og ekkert óeðlilegt við það. En svo fórum við að tala svona hvernig persónur aðlagast að okkur, skilur. Stundum sögum að það er bara, mannfólk er bara rosa mikið þannig að stundum ertu ekki að fíla, þú veist, þennan einstakling en ertu að fíla einhvern annan. Og það er ástæða fyrir því, sagði hann, að við hann sagði, mér finnst þetta svo flott, ég ætla að taka þetta til mín, sko, og ég mæli með því að þið hugsið, setið þetta í hausinn og hugsið þetta út daginn, út af því að þetta er stór magna sem hann sagði, er að mannfólk er eins og segull, að ef þú gefur frá þér, ef þú ert hamingjusamur og þér líður ótrúlega vel, hefur tekið eftir að þá allt í einu kemur ótrúlega mikið af fólki í lífið þitt sem er hamingjusamt og líður ótrúlega vel og svona fólk sem er að njóta lífsins. En ef þið líður illa og þú vilt ekki gera neitt og þú ert bara fúll á móti, þá kemur fullt af fólki sem er fullt á móti og allt sem þú gefur frá þér, þú færð það tilbaka til að næra þig. Þannig að ef þið líður illa, þá færðu allt á þig til að láta þig líða illa. Þú getur fengið fólk líka til þín sem hjálpa þér að líða illa. Er að kvarta yfir hvað bensínið er hátt. Fattar þetta er allt neikvætt. Þannig að ég hvet þig til að brosa og horfa út þó að sé núna skýjað, ekkert rosalega gott veður, pínlítið kalt, en brostu bara. En svo bara þetta litla sem þú getur gert er að þegar þú ferði í búðina og ert að versla í matinn, afgreiðslustelpan eða strákurinn, segðu góðan daginn og brostu. Það er ekki erfitt. Og svo þegar hann er búinn að afgreiða þig og þú er búinn að borga og búinn að setja í poka, horfðu í augun á honum og segðu hafðu það rosalega gott í dag og farðu. Þetta eina litla orð sem þú segir, hafðu það rosalega gott í dag, þetta situr rosalega eftir. Ég fann það þegar ég fór frá þessum manni sem ég var rétt á hann hjá. Hann einmitt sagði þetta, hafðu það rosalega gott í dag. Og svo fer ég inn í bíl og svo bara eitthvað, þetta er þrjus góðu dagur. Þannig að mín áskorun á þig, bara brostu, láttu þig líða vel, reyndu að gera allt til að hinum einstaklingunum líður vel líka. Út af því að bara það að gefa svona pingulítið,
þú færð þetta svo margfalt tilbaka og hvað hefur að tapa? Ég ætla að enda þetta í dag, bara mundu það að þú ert ótrúlega frábær og þú getur gert allt sem þú vilt. Ef þú vilt eitthvað, þú veist, eitthvað draum, farðu á eftir honum. Ekki vera einstaklingurinn sem hefur draum og ferð ekki eftir honum. Njótu lífsins, takk fyrir mig, bye bye.